María, komin til Póllands, framöndan leikur á móti Úkraínu, hvernig leggst þið? Bara mjög vel. Við erum bara góðar æfing í morgun og já, bara leggst mjög vel í mig. Hvernig hafa þessir bara svona fyrstu dagar í Póllandi verið? Komið í gær eða ekki? Jú, komum í gær, æfðum í morgun, bara mjög fínt. Bara gott hótel og bara ágætur æfingavöllur, þannig já. Bara fer vel ykkur hérna? Já. Er þið búin að skoða úkraínska liðið sem er að fara að mæta? Já, bara á fundi fyrir æfingu og já. Það mættu þeim þarna fyrir stuttu í Laugardalnum, unnið þann leik 1-0. Hvernig búist þið við einhverjum öðrustu leik á föstudaginn? Nei, ég held ekki. Ég held að þeir munu bara áfram vera með sín einkenni. Það er svona gott náttúrulega að vinna fyrirleikinn. Það er mikilvægt samt að fara innan næsta leik og fá eitthvað gott út úr honum. Já, það má bara alls ekki vanmeta þær. Það eru með gott lið og við þurfum að spila okkar leik. Svona, bara hvernig hefur verið fyrir þig að koma inn í hennan landshóp? Bara mjög fínt. Allar stelpunar yndislegar og já, það er bara mjög gaman. Tekið vel á móti þér? Já, heldur betur. Hvernig var bara að fá kallið í fyrsta sinn? Það er búin að vera í nokkrum hópum. Hvernig var bara að fá kallið þegar þú komst inn í fyrsta hóp? Bara heiður og stolt og þakklæti. Búin að vera lengi að berjast fyrir þessu, þannig ég var bara mjög ánægð. Hversu lengi hefur þetta verið bara draumur? Bara síðan ég var lítil. Búin að hugsa þetta lengi og kannski sérstaklega eftir að þú fórst út í atvinnumennsku og svona? Já, klárlega. Ég held að allir eru með þetta markmið að þú varst að spila fótbolta, þannig já. Hvar varstu bara að þú fékkst bara fyrsta landsliðskallið? Manstu eftir því? Já, ég var nú bara heima að fara að sofa, þannig að þegar hann hringdi, þannig ég svaf ekki mikið þá nótt, það skal ég segja þér. Var það óvænt að fá kallið á þeim tíma? Mér var búin að ganga mjög vel í Linköping og þannig ég var svona að vonast eftir þessu en maður veit aldrei, þannig, já. Svona bara þín saga í fótboltanum, náttúrulega byrjar þetta í Þór K og svo ferði til Celtic í Skotlandi. Já. Hvernig bara upplifum var það að vera hjá svona stóru félagi? Það var bara, ég lærði mjög mikið, bara fyrsta skipti í atvinnumennsku og ég þroskaðist mjög mikið sem persóna og líka í fótboltanum og já, ég hef bara lært mjög mikið að því. Svo ferði til Holland? Holland, já, bara sama, maður er alltaf að þroskast sem leikmaður og persóna, þannig. Er það ekki rétt munið að mér varst ekki með Hildi Antons þar í Hollandi? Jú, heldur betur. Gaman að hitta hann aftur? Já, mjög. En hvernig var bara að fara sem ungu leikmaður og hafa hann sem liðsfélaga erlendis? Það var bara, hún var bara klettirinn minn, sko. Já, mjög gott að hafa hana. Var það bara eins og kannski að vera með eitthvað svona, bara kannski mömmu í fótboltanum? Ég myndi segja kannski eldri systir. Eldri systir, já. Já, ég held að hún væri ekki hann að segja mamma. Það er kannski ekki það gömul. Nei, en bara, við erum mjög góða vinkonur og hún er yndisleg, þannig það var mjög gott. Svona smá kannski endurfundur að hitta hann aftur í landsliðinu? Já, bara mjög gaman alltaf. Svona og svo núna bara Svíþjóð, fórst fyrst til Linköping og svo til Djurgården. Já. Bara, ég elska Svíþjóð, mér líður mjög vel þar og mér finnst deildin mjög góð, þannig mér finnst það bara rétt fyrir mig að vera þar núna. Mér líður eins og ég sé að þroskast áfram sem leikmaður, þannig já. Það er svo svipað lífinu á Íslandi kannski? Já, og bara ég er hálf sænsk, þannig mér líður svona smá heima þar. Varstu það bara alveg með tungumál að hreina ára að verða út og svona? Já. Það er ekkert mál kannski bara aðlagast? Nei, bara eins og bara svona second home. Svona bara fótboltinn líka, kannski aðeins líkar íslenska en kannski skoski og hollenska bolti? Já, mér finnst það. Mér líður eins og sænska deildin sé bara svona aðeins betri deild en íslenska en bara mjög svipað, já. Linköping sem fellur á síðasta tímabili en heldur áfram í sænsku úrvalsdeildina, hlýtur að vera bara skemmtilegt? Já, bara ég vissi alveg, ég langaði ekki að spila í fyrstu deildinni í Svíþjóð, mér fannst ég að vera betri en það, þannig ég var bara mjög ánægð þegar Djurgården keypti mig. Bara mikil viðurkenning líka? Já, heldur betur. Svona komið strax á einhverja lista, bara bestu kaupin í deildina og svona, þannig að fólki farið að taka eftir þér að Já, það var bara mjög gaman, já. Og bara líka, já, eins og tölum svona ákveðin svona kissuberg ofan á kökuna eftir allan uppgang að vera komin í landsliðið núna? Já, heldur betur og bara alltaf jafn gaman að koma. Takk fyrir þetta, gangið þér. Takk fyrir.